Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin á 213. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar og byrja því að bara óska öllum gleðilegs nýs árs sem þetta er fyrsti fundur sveitarstjórnar á árinu 2022. Þessi fundur er haldinn á fjarfundi vegna af sóttvarnaráðstöfunum út af COVID-19. Áður en við göngum til löglistrar dagskrár þá eru hér tvö mál sem ég legg til að verði bætt á dagskrá. Það er mál númer 22.027, það er fyrirspurn lega og lögum sumarið 2022 og yrði dagskrárliður 14. Svo er það fundargerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns sem yrði dagskrárliður 17. Þeir sem eru samþykkir því að taka þessi mál á dagskrá gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 1, það er verkefni brothættar byggðir, en þetta var til umfjöllunar á síðasta fundi sveitarstjórnar og hefur síðan var eins til umfjöllunar hjá menningarmálanefnd 14. desember og atvinnumálanefnd 21. desember. Það sem liggur fyrir þessum fundi er að það þarf að skipa 1 fulltrúa sveitarstjórnar og 2 íbúa í verkefnisstjórn. Og frá menningarmálanefnd og atvinnumálanefnd kom í raun og veru sama tillaga sömu fulltrúa. Að fulltrúar íbúar séu þá annars vegar Bjarnur Jóhannsdóttir og hins vegar Þorgrímur Einar Guðbjartsson. Og ég myndi gera það tillögu minni að fulltrúi sveitarstjórnar inn í þennan starfshóp væri sveitarstjóri. Einhverjir sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Síðan þarf að ganga frá samningi þetta verkefni og það verið tillögu mín að við myndum bara fela byggðarráði að ganga frá samningi fyrir þarna brothættar byggðir fyrir hönd Dalabyggðar. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 2, það eru stafrænar húsnæðisáætlanir. Það liggur hér fyrir fundargögnum húsnæðisáætlun árið 2022 og sem er þá hér til umræðu og afgreiðslu. Einhverjir sem vilja ræða þessa húsnæðisáætlun sérstaklega. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Bara mjög stutt. Hér höfum við skýrslu stöðu Dalabyggðar og framtíðarsýn varðandi húsnæðismál í sveitarfélaginu. Þarna kemur fram að vöntun til dæmis á hjúkrunarrými þar sem biðlisti eftir plássi. Ég vildi bara segja að mér finnst þetta bara gagnleg skýrsla sem gefur okkur sýn á hvert við þurfum að stefna í húsnæðismálum miðað við ákveðna íbúafjölgun, bara uppgefna íbúafjölgun. Þannig að þetta er bara gott verkfæri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Takk fyrir þessar engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari húsnæðisáætlun sem liggur hér fyrir gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 3, það er samstarf rekstur öldrunarheimila, en stjórn Silfurtúns og ég er hér með marga tölvuskjáa fyrir á mig að finna rétta skjalið hjá mér. Fulltrúar Reykhólahrepps og Dalabyggðar þeir funduðu miðvikudaginn 5. janúar síðastliðinn og það sem var til umræða að ræða samstarf dvalar- og hjúkrunarheimilanna, Barmahlíðar og Silfurtúns. Og samkvæmt minnisblaði þann fund þá var ákveðið að leggja það fyrir sveitarstjórnum Dalabyggðar og Reykhólahrepps að taka afstöðu til þess hvort þeir hefja undirbúning að sameiningu stofnananna. En orðið er laust þetta mál. Anna. Höndin mín kemur bara ekki inn hjá þér.
oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég væri bara til í að það kæmi hérna fram bara í umræðum hver rekstur Barmahlíðar hefur verið rekstrarlega séð undanfarið. Væri bara gott að upplýsa það. Og eins sér maður reglulegar auglýsingar að það vanti hjúkrunarfræðing í Barmahlíð og það er kannski bara spurning hvort að þið vitið sem sátu þennan fund með fulltrúum Reykhólahrepps hvernig þeim gengur að ráða hjúkrunarfræðing. Þú veist, bara hvort að ástandið þar er svipað og hér, það er fáar umsóknir, þó við séum reyndar ekki að ráða hjúkrunarfræðing en við erum að reyna að ráða starfsfólk. Og svo langar mig bara að kæmi fram hérna smá vangaveltur hjá mér. Ég er bara pínu hugsi yfir þessari aðgerð að hefja formlega viðræður að sameina Silfurtún og Barmahlíð. Það gæti orðið kostur að hafa samstarf yfirstjórn, það er nokkuð ljóst. Hins vegar veit ég ekki hvort einhvert peningalegt hagræði yrði af þessu þar sem nokkur keyrsla þyrfti að eiga sér stað á milli hjúkrunarheimilanna. En það hlýtur að vera hægt að reikna það út. Hins vegar er tímapunkturinn á þessum viðræðum á svolítið skrýtnum tíma þar sem það er ekki langt að bíða eftir því að formlegar sameiningarviðræður við einhver sveitarfélagi byrji og eðlilega fyndist mér að hefja viðræður við það sveitarfélag sem við myndum vilja sameinast. Í dag vitum við ekki hvort það verður Reykhólahrepur eða eitthvert annað sveitarfélag. Yrði ekkert óþægilegt að vera með sameiginlega rekstur, yfirstjórn og bakvaktir við sveitarfélag sem við sameinumst svo kannski ekki eða sjá menn bara fyrir sér að kostnaðinum verði deilt niður, svipað með byggingar, skipulags og slökkviliðsstjóra. Ef að þess á að verða fljótlega, þá finnst mér að þetta þurfa að vera tímabundinn samningur sem hægt sé að endurskoða þegar frekari vitneskja er komin sameiningarmál. Síðan finnst mér vera bara með svolítið marga klær úti. Við viljum að Heilbrigðisstofnun Vesturlands taki yfir þennan rekstur og erum í viðræðum við ríkið varðandi það vil ég meina með bréfaskriftum. Sem sagt, ég óttast pínu að okkar þungi á þær viðræður fjari út ef af þessum viðræðum verður. Eða er það ætlunin að halda áfram þar líka og með Barmahlíð þá inn í spilinu? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Ragnheiður hefur beðið orðið. Já, takk. Ég ætla nú bara að lesa hérna eitthvað sem ég var búin að skrifa niður. Fulltrúar Reykhólahrepps og Dalabyggðar funduðu miðvikudaginn 5. janúar til að ræða samstarf dvalar- og hjúkrunarheimilanna Barmahlíðar og Silfurtúns. Rætt var samstarfsfleti svo sem varðandi yfirstjórn, rekstur og bakvaktir. Mikil vinna fyrir stjórnun og skýrslugerð sem hægt væri að hafa samstarf Einnig var rætt auknar kröfur á heimilin hvað varðar gæðastjórnun og eftirlit. Niðurstaða fundarins var að flest tækifærin væru fólgin í að sameina stofnanirnar. Áður höfum við kannað samstarf við hjúkrunarheimilið á Fellsenda, hvort að það gæti verið til hagræðingar en niðurstaðan var svo væri ekki. Við höfum leitað eftir því við Heilbrigðisstofnun Vesturlands að taka yfir reksturinn á Silfurtúni en því var hafnað af hálfu Hve á þeim forsendum að Hve hafi einungis tekið yfir rekstur hjúkrunarheimila þar sem áður hafi verið sjúkrahús. Þá var einnig sent erindi til heilbrigðisráðuneytisins þar sem óskað var eftir afstöðu ráðuneytisins varðandi höfnun Hve á óskum okkar yfirtöku. Erindi okkar var ítrekað eftir að Hve tók yfir hjúkrunarheimili í Stykkishólmi enda höfðu þó forsendur fyrir svari Hve og ráðuneytisins breyst. Þeirri ítrekun hefur enn ekki verið svarað. Það er ekki þannig að okkur vanti að losna við rekstur Silfurtúns og okkur vantar einfaldlega að finna leið til að reksturinn geti orðið sjálfbær. Þeir peningar sem fara í meðgjöf með heimilinu að hálfu Dalabyggðar gætu nýst svo vel í ótal margt annað. Silfurtún er mikilvægur staður sem skiptir samfélag Dalabyggðar miklu máli. Á Silfurtúni er samastaður á ævikvöldi og stór vinnustaður á mælikvarða lítils sveitarfélags í brothættri byggð. Þess vegna tel ég réttara að finna rekstrargrundvöll sem er ásættanlegur og leita allra mögulegra leiða til að svo geti orðið en ekki gera eins og sum önnur sveitarfélög hafa gert og skila rekstrinum til ríkisins og eiga þá að hættu að heimilinu verður lokað og íbúar fluttir hreppaflutningum líkt og þekktist á árum áður.
Ég vil því taka samtali við Reykhólahrepp sameiningu Silfurtúns og Barmahlíðar og freista þess að finna lendingu á langvarandi hallarekstri Silfurtúns ásamt samvinnu sem gæti báðum heimilunum heilladrjúg. Og við ætla ég að bæta að svara spurningu Önnu með mönnun á Barmahlíð. Það var talað það á þessum fundi að mönnun hefur verið stöð og hjúkrunarfræðingi tímabundi. Það verið auglýsa hjúkrunarfræðingi til þess að leysa tímabundið. Takk. Ragnheiður, það einhverjar hljóðtruflanir ef þú getur byrjað aftur frá því þú ætlaðir að svara Önnu. Svara Önnu, já. Mönnun á Barmahlíð hefur verið stöðug. Þau eru búin að vera mikið með sama starfsfólki lengi. Þarlegandi bara nokkuð vel þar og hjúkrunarforstjóri frá tímabundið og það var verið að auglýsa eftir hjúkrunarfræðingi til þess að leysa það mál. Takk. Takk fyrir þetta Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið en ég allavega lít þannig á að þetta bara samtal sem að eiga sér stað og þetta ekki endanleg ákvörðun það hvort að heimilin verði sameinað. Og ég myndi leggja bara fyrir að sveitarstjórn myndi fela stjórn Silfurtúns að hefja viðræður við Reykhólahrepp sameiningu Barmahlíðar og Silfurtúns og út úr þeirri vinnu kemur ýmislegt sem að þarf að taka afstöðu til á síðari stigum. Kristján hefur beðið orðið. Já, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, já, ég vildi bara að því að Anna spurði spurningar sem að var ekki búið að svara rekstur Barmahlíðar og ég hef ekki nákvæmar upplýsingar rekstrartölur en ég veit að reksturinn hefur verið á undanförnum árum, það kom eitt ár sem ég held ég megi segja hafi verið 2019, þar sem var halli á rekstri heimilisins. Annars hefur það verið í kringu 0 eða verið rekstrar afgangur og núna eftir sem best veit gert ráð fyrir allan í áætlunum þessa árs að það sé rekstrar afgangur. Takk fyrir þetta Kristján. Viltu tala meira Ragnheiður þegar hendin renn uppi rafræna? Nei takk, hún bara glemtist uppi, afsakið. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóð, þá bara greiðu atkvæði þessa tillögu að stjórn Silfurtúns hefji viðræður við Reykhólahrepp. Þeir sem eru samþykki þeirri tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4, það undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. En það liggur fyrir að það þarf að skipa byggingarnefnd vegna íþróttamannvirkja og það lá hér fyrir í fundagögnum svona drög að erindisbréfi sem að byggir á erindisbréfi frá Húnaþingi vestra en orðið laust þetta mál. Ef einhver vill taka til máls. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Hér ræðum við að skipa svokallaða byggingarnefnd varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja í Búðardal. Samkvæmt fundagögnum sem lágu fyrir fundinum var talað að hún yrði skipuð byggðarráði, varaoddvita og sveitarstjóra. Nefndin á að leggja til grundvallar vinnu sinni þau gögn sem sveitarstjórn hefur samþykkt, til dæmis skýrslur, tillögur frá sveitarstjórn og annað sem hlotið hefur meðferð sveitarstjórnar vegna málsins. Síðan á að leggja fundargerðir þessarar nefndar fyrir sveitarstjórn aftur til staðfestingar. Gott og vel. Dalabyggð með alls konar fræðinga í vinnu hjá sér. Má þar meðal annars nefna byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa.
Eins við með mann sem titlaður með starfsheitið umsjónarmaður framkvæmda Dalabyggðar. Svo við með mann sem titlaður með starfsheitið verkstjóri í Dalabyggð. Einnig við með konu sem titlaður með starfsheitið verkefnastjóri atvinnu, menningar og ferðamála í Dalabyggð. Mér finnst nú pínu skrítið ef gera á stjórnarmenn byggðarráðs og varaoddvita af fræðingum í þessari byggingarnefnd en nota ekki þá fræðinga sem nú þegar starfa hjá sveitarfélaginu beint inn í nefndina. Við eigum líka fullt af hæfum einstaklingum í sveitarfélaginu sem hafa vit á byggingum og kunna lesa í alls konar teikningar. Ef ætlunin að nota eingöngu þessa 3 aðila sem sitja í byggðarráði, varaoddvita og sveitarstjóra nokkuð ljóst að úrslit sveitarstjórnar hefðu litlu þetta að ráða. Við erum 7 í sveitarstjórn og ef 4 af þeim aðilum sitja í byggingarnefnd nokkuð ljóst að úrslit sveitarstjórnar eru ekki að fara að skipta neinu ef taka þarf einhverjar ákvarðanir. Það mín skoðun að það þarf eitthvað að endurskoða þetta. Mér finnst í lagi að umræðan séu mál innan sveitarstjórnar og þaðan séu sendar út einhverjar tillögur fyrir byggingarnefnd að vinna eftir en að þetta sé allt nánast sama fólki finnst mér pínu skrítið. Varðandi kostnaðinn við þessa nefnd, þá sé ég hérna að miðað við að haldnir séu 30 fundir, ekki rétt hjá mér að þetta gæti orðið 3 milljónir króna miðað við 5 manna nefnd. Gæti þetta duga í bili. Takk fyrir þetta, Anna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það þarna ég get bætt við þetta og þarna þetta náttúrulega bara drög að erindisbréfi og Anna kallar hér eftir ákveðnum breytingum. Það liggur allavega fyrir og það þarf að fara að undirbúa ef á að hefja framkvæmdir á þessu ári útboð. Það alveg sjálfsagt mál að auglýsa eftir fólki í byggingarnefnd. Fyrirfram ég ekkert allt og bjartsýnn á að það verði margir sem að sækist eftir að sitja í þessari byggingarnefnd. Sjálfur tel ég líka æskilegt að meiri hluti þessarar byggingarnefndar sem að hefur þetta afmarkaða verkefni tengist sveitarstjórnina á einhvern hátt vegna þess að það verið að fjalla fjármál og annan kostnað sem tengist byggingunni. Og eins stendur náttúrulega í drögum þessu erindisbréfi að það kalli til alla þá sérfræði aðstoð sem á þarf að halda á hverju stigi málsins. En við getum til dæmis frestað bara því að skipa byggingarnefndin og auglýsa eftir fólki og undirbúningshópur íþróttamannvirkja hann starfi áfram fram að næsta sveitarstjórnarfundi. En orðið laust. Kristján? Já, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, ég vildi svara spurningunni kostnaðinn við nefndina og það rétt að miða við 5 manna nefnd þá reyndar ef sveitarstjóri í nefndinni þá fær hann ekki nefndarlaun en þá sem sagt eftir miða við núverandi samþykktum launagreiðslur í nefndum það byrja 100.000 krónur sem sem sagt launin og síðan leggjast við það launatengd gjöld líka. Þannig að ég ekki alveg með töluna en heildarkostnaðinn ég myndi áætla hann væri svona 3,5 milljón ef það yrðu haldnir 30 fundir. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég vil bara kannski aðeins henda þér fram hérna að það alveg rétt að það alltaf betra að sjá fleiri augu en auga í svona verkefni og þetta mjög stórt verkefni á allavega mælikvarða Dalabyggðar þessi framkvæmd og ég get alveg verið sammála því að það væri fínt að fá einhverja fleiri aðila í þessa nefnd og ég held hún ætti bara að vera 7 manna. En við gerum okkur þá leið grein fyrir því að hún kostar aðeins meira þessir fundir eða kannski hægt að fækka þeim. En ég myndi leggja til að þetta bara 7 manna nefnd en núverandi undirbúningshópur myndi
samt sem áður halda áfram að reyna að koma verkefninu af stað þannig að vera þetta að taka svona fyrstu skref á byggðarráðsfundi, næsta sveitarstjórnarfundi sem í byrjun febrúar. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég held að við séum ekkert betur settar eða betur stödd þó að nefndin sé 7 eða 5, skilurðu. Ég held bara að ef það eru 5 aðilar sem hafa víðtæka þekkingu, þá sé það meira nóg vitandi það að hún getur leitað til sérfræðinga. 7 manns, það ekki að fara að breyta neinu, hvort það 5 eða 7. Þannig að ég held að þetta nú bara miða við 5. Ég held að það sé nógu mikið annars sem þarf að borga. Það er svona mín skoðun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég myndi bara leggja til þá tillögu að sveitarstjórn samþykkir að undirbúningshópur starfi áfram fram að næsta sveitarstjórnarfundi. Auglýst verði eftir fólk í byggingarnefnd og byggingarnefnd verði skipuð og fundi sveitarstjórnar í febrúar. Við erum ekki ákveða fjöldan í byggingarnefnd núna, það er hægt að gera það næst. En einhverjir vilja ræða þessa tillögu. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 5. Það er öryggi rafmagns og fjarskipta. En á nýársdag, 5. janúar og bara nú síðast í gærkvöldi eða nótt, þá fór rafmagn að hluta Dalabyggðar. Og sums staðar, allavega á nýársdag, var rafmagnslaust í allt að 20 klukkustundir. Rafmagnsleysi er óviðunandi og það skapar hættu þar sem að fjarskiptasamband dettur út og svona, þetta er bara óásættanlegt að hvað þetta er títt. Liggur við að það megi ekki hvessa hér í Dalabyggð eða koma gul veðurviðvörun frá Veðurstofunni, þá er það óvissan og rafmagnsleysi. En orðið er laust. Þuríður. Já, oddviti og aðrir fundamenn. Mér langar aðeins bara taka undir það sem Eyjólfur sagði. Þetta er alveg óásættanlegt árið 2022. Bara fara út rafmagn og fjarskipti. En ég ætla aðeins að fara yfir að því ég hef verið síðan 2018 búin að vera í samskiptum við Rarik út af þrífösu rafmagns og mér langar að fara bara aðeins yfir hvað er á dagskránni hjá þeim. Og á næsta ári eða þessu ári 2022 er gert ráð fyrir að endurnýja dreifilínu frá Skerjingsstöðum og út af Lyngbrekku og það er þá eins og við í byggðarráði lögum upp með að reyna að koma öllum kúabúunum og þetta er þá síðasta kúabúi sem verður tengt við í þrífösun. Og þetta eru ríflega 42 kílómetrar. Og svo á að taka 2,5 kílómetra háspennustreng frá Fellsenda að Neðri Hundadal og endurnýja. Samkvæmt framkvæmdaáætlun 2022 er áætlað að endurnýja 90 kílómetra af dreiflínum og 42 spennustöðvar á Vesturlandi og þar af helmingurinn í Dalabyggð. Mér finnst það mjög gott. Og ég ætla líka að segja það, þegar við byrjuðum 2018 þá var ekki áætlað fyrir 2027 til dæmis að fara út á Lyngbrekku. Það er búin að ná að ýta þess aðeins framar. Árið 2023 þá var endurnýjuð dreiflína frá Ásgarði að Laugum og líka línan frá Álfheimum að Gunnarsstöðum. Þannig að mér finnst það, En þegar líka þessar rafmagnstruflanir í Saurbænum og það er fyrirhugaður fundur með deildarstjóra netreksturs á Vesturlandi og með framkvæmdastjóra tæknisviðs og ég er svona vona á að fá fréttir hvað þeir ætla að gera. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þuríður. Ég er hérna allavega með drög að bókun að Þuríður búin að fara yfir mikið af því sem kemur fram í bókunni en við bara óskum eftir tímasettir áætlun varðandi lagningu rafmagns í jörð í Dalabyggð og ég er bara að óska sveitarstjórn eftir fundi með stjórnendur Rarik varðandi afhendingar öryggi rafmagns og ég held að sé bara þörf á því að
þrýsta á að þessi málefni séu í lagi. Ef það einhver bið í því að rafmagnslína yfir Svínadal verði endurnýjuð, þá þarf með einhverju móti að vera hægt að tryggja rafmagn til þá þeirra íbúa sem búa fyrir vestan þá línu Gilsfjarðar megin frá. Þannig að menn sé ekki að sitja uppi með langt rafmagnsleysi þegar kemur upp bilun á Svínadal. Því í vondum veðrum ekkert hlaupið að því að gera við línu þar. En orðið laust þessa tillögu. Anna? Já, oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég vildi bara segja að ég fagna þetta sé á dagskrá sveitarstjórnar og verst að þetta mál skuli bara koma inn eftir rafmagnsbilun. Það gerist bara ansi oft og þá einhvern veginn minnir þetta okkur á þetta. En fagna svo þar á milli. Við þurfum að fylgja þessu máli bara fastar eftir og tímasett áætlun hvenær línurnar fara í jörð mjög gott vinnubragð. Og ég til dæmis vissi ekki þessar upplýsingar sem Þuríður var að nefna hérna, þannig það var mjög fróðlegt, en langbest að fá þetta skriflegt, þannig við getum svolítið bara, hamrað í þeim, og jafnvel, fylgdu þessu bara mjög fast eftir. Ég var búin að skrifa hérna hjá mér, með slíku plani erum við þá líka komið verkfæri til að þrýsta úrbætur jafnvel fyrr en áætlunin segir til og þess háttar. Þannig ég styð það að við fáum slíkt plan í hendurnar frá Rarik og það sem allra fyrst. Það kannski ekki mál sem allir íbúar Dalabyggðar, eða þetta kannski ekki mál sem allir íbúar Dalabyggðar gera sér grein fyrir, en við sem búum til dæmis fyrir Vestan Búðardal erum búin að upplifa rafmagnsleysi 3 daga af janúarmánuði og það rétt 13. janúar í dag. Síðasta rafmagnsbilun var í gær eins og kom fram hérna áðan. Á sama tíma og við sitjum í myrkrinu horfum við á ljósin í þorpinu. Það ömurlegt að vera í þessari stöðu og hún hættuleg. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið, en þeir sem eru samþykkir þessari tillögu að óska eftir tímasettra áætlun gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 6, það sameining sveitarfélaga. En ég nefndi á síðasta sveitarstjórnarfundi að mögulega ætti að gera skoðanakönnun sameiningarvalkosti eða hvort ætti að sameinast samhliða sveitarstjórnarkosningum sem fara fram 14. maí næstkomandi. Og það liggur þá allavega fyrir þessu fundi að við þurfum að taka umræðu það hvort að þetta sé eitthvað sem eigi að gera. Orðið laust. Skúli? Já, oddviti, sveitarstjórnarmenn. Ég alveg sammála því, ég held að við ættum að einmitt að nota tækifærið samhliða sveitarstjórnarkosningunum að kanna vilja íbúa Dalabyggðar, hvort þeir hafi áhuga að sameinast einhverjum öðrum eða ekki og hvaða valkostir séu þá sem þeim hugnast. Þannig að ég held að við ættum að nota einmitt þetta kjörna tækifæri til að spyrja íbúana. Takk. Ragnheiður, takk fyrir þetta, Skúli. Ragnheiður, beðum orðið. Ég ætlaði nú bara að segja svona eiginlega það sama á Skúli, bara að taka undir það að það verður bara ljómandi góð hugmynd að gera þessu könnun. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Þetta sveitarstjórnarmenn. Ég líka alveg sammála að gera svona könnun og svona könnun þyrfti þá annars vegar að vera kannski, það þyrfti að spyrja náttúrulega bara fyrst og fremst að því hvort að menn vilja yfir höfuð sameinast eða ekki. Það bara ein spurning, en svo hin spurning þyrfti þá að vera hvert menn horfa og jafnvel þar, og það þarf að nefna náttúrulega einhverja staði og jafnvel að hafa valið bara ef að menn hafa ekki skoðun, að þeir geti það bara haka þar inn. Þannig að þá kannski höfum við einhverja vitneskju það að það fullt af fólki sem bara hefur ekki skoðun á þessu, kannski vill hann ekki hafa skoðun á þessu eða bara hreinlega veit það ekki.
ekki búin að mynda sér skoðun eða hreinlega bara treystir sveitarstjórninni til að velja rétta kostinn. Það getur alveg verið líka það. Þannig að þetta allt svona hluti sem við þurfum að skoða. Mér finnst hins vegar svolítið skrítið að, eða kannski ekki skrítið, mér finnst bara svona kannski mikilvægt að tekin verið saman einhvers konar kynning á þessum viðræðum sem við til dæmis erum búin að vera í, til dæmis eins og við á Hvammstanga og Stykkishólm, að sé kannski svona, settur eitthvað svona smá fróðleikar, þannig að fólk hafi einhverja hugmynd, þetta ekki bara eitthvað hjálp með einhverja persónulega skoðun af því að það þekki þennan og þessu stað en hinn og hinum staðinu þannig að hafa einhverja svona meiri upplýsingar. En hvernig við ættum að útfæra það veit ég nú ekki alveg, þannig að það eitthvað sem við þurftum að ræða, en skoðanakönnun samhliða kosningunum er góður kostur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Biður enginn orðið, en ég myndi bara leggja þá fyrir þá tillögu að sveitarstjórn samþykkir að framfari skoðanakönnun samhliða sveitarstjórnarkosningunum og ég myndi bara fela byggðarráði að útfæra spurningarnar sem þá kannski hægt að leggja fyrir sveitarstjórn í febrúar og allavega undirbúa það betur og mögulega þá taka saman eða láta vinna einhvert kynningarefni á það þeim sem að verður spurt út frá þeirri vinnu sem að hefur þegar farið fram með valkostagreiningu Róberts. Það liggur fyrir þó nokkuð efni í þeirri vinnu. En það er kannski ekki aðgengilegt á öllum eða svona týnist inn á milli í öllum fundagerðunum, menn veit ekki alveg hvar þeir eiga að leita, þannig að það þarf að setja kannski ofar á heimasíðuna á Dalabyggð. En einhver sem vill ræða þessa tillögu? Þessu er engin hljóðs, þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 7, það er umsókn skólavist í Auðarskóla, en þetta þarf að vera tekið fyrir bara í lok fundar sem trúnaðarmál er að ræða og frestum afgreiðslu þangað til. Þá er dagskrárliður 8. Það er fjárhagsáætlun 2022 og 3 ára áætlun 23-25. Það liggur hér fyrir fundargögn leiðrétt gjaldskrá hafna fyrir Dalabyggð. Einhverjir sem vilja ræða hana? Kristján? Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, já, þessi gjaldskrá sem hér liggur fyrir er gjaldskráin sem að byggðarráð samþykkti og gerði tillögum til sveitarstjórnar. Það urðu hins vegar þau mistök á síðasta fundi að fylgiskjalið sem að lá fyrir fundinum var gamla óbreytta gjaldskráin. Þannig að hér er bara til þess að tryggja að öllum skilyrðum sé fullnægt. Þá sem sagt, liggur hér fyrir til afgreiðslu gjaldskráin eins og tillaga byggðar á svar og rétt fylgiskjal. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Að hver þessar engin hljóðs, þá bara hér tillaga að samþykkja gjaldskrá hafna í Dalabyggð, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 9, það er brunavarnaráætlun 2021-2026. Það liggur hér fyrir í fundargögnum að tillaga að brunavarnaráætlun. Það væri tillaga mín að bara fela byggðarráð að afgreiða þessa brunavarnaráætlun, en það orðið er laust. Skúli, svo Anna. Oddviti, fundarmenn, ég vil nú kannski bara byrja á að þakka slökkviliðsstjóra fyrir þessa framkvæmdaráætlun sem ég kallaði eftir. Hún er mjög skýr, sýnist mér, og þar kemur fram að hans vangaveltur og pælingar eru að fara í fullt af framkvæmdum sem að myndi kosta, hvað var það, 270 milljónir tæpar á næstu 5 árum,
sem ég held að sé ekkert óraunhæft allavega með þessa uppfærslu úr honum. Inn í því húsnæði sem þá kannski byggt 2026 upp á 190 milljónir. En inn í þetta vantar svo rekstrar og launakostnað þessara ára, þannig að ef við tökum það með, þá verið að tala rúma 400 milljónir sem að slökkvilið myndi kosta ef að þessar áætlanir eru samþykktar næstu 5 árin. Ég held sé mjög hollt að horfa á þetta svona. Þetta það sem vantar til þess að reka og hafa slökkviliði þannig að það uppfylli þau skilyrði sem við viljum að það geri. Og við viljum svo sem að sé búið vel að slökkviliðinu. Og til þess að búa vel að því þá þurfum við að byggja náttúrulega almennilega slökkvistöð eða björgunarmiðstöð og hvað við viljum kalla það. En eins og ég segi, ég vil bara þakka slökkviliðsstjóra fyrir þessa framkvæmdaráætlun og vildi einmitt draga fram að þetta gæti verið svona rúma 420 milljónir næstu 5 árin miðað við að við myndum uppfylla allt það sem hann kallar eftir. En það svona tekið fram fyrir í hverri fjárhagsáætlun, fyrir hvert ár, hvað áætlað í slökkviliði. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Anna? Já, Oddviti og aðrir fundamenn. Já, ég vil bara sömuleiðis taka undir með Skúla og þakka slökkviliðsstjóranum fyrir þessa framkvæmdaráætlun. Skúli búinn að segja mikið af því sem ég ætla að segja, en ég ætla bara að halda mig við það sem ég ætlaði að segja og við getum breyta því og það verður það bara hnykkt á því aftur. Við höfum hérna í höndunum áætlun hvað þarf að fjárfesta í fyrir slökkviliðið á næstu 5 árum. Við erum að tala 267 milljónir og ef við skiptum því niður á 5 ár þá gerir þetta rúmar 53 milljónir á ári. Ég geri mér grein fyrir því að hér eru stórir kostnaðarliðir inni eins og bygging nýs hús og nýr bíll. Mér finnst sjálfri gott að fá svona áætlun til nokkru ára í hendina. Ljóst að við sem störfum í sveitarstjórn þurfum að fara að ræða fyrir alvöru húsnæðisvanda slökkviliðsins. Ásamt tækjavöntun og þjálfunarvöntun. Þetta eru miklu peningar og satt best að segja veit ég ekki hvar þeir eigi að verða til samhliða uppbyggingu íþróttamannvirkja. En ljóst að þetta atriði sem við verðum að ræða. Húsnæði löngu orðið of lítið. Þessi bíll ljóst að kaupa þar annan og þá stærri. Og hann mun ekki komast inn í þetta húsnæði. Og ekki geymum við slökkubíl úti á veturnar. Spurning bara hérna hvort að oddviti sé við tillögu hvernig við höldum áfram með þetta mál. Kannski hann að hluta fyrir kofnaðuna þegar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Ég var búin að leggja hér til í upphafið að við fælum bara byggðaráðið að vinna úr þessari brunavarnaráætlun. Byggðaráð fer náttúrulega með þarna málefni fjárhagsáætlunar og þarf þá að tína inn og velja á hana. En orðið laust. Anna? Ég vil samt hnykkja á að við þurfum samt að fara að huga að því að setja af stað einhverja vinnslu varðandi hvað við sjáum fyrir okkur í húsnæðismálum. Ég veit ekki alveg hvort að sú vinna á bara heima inn í byggðaráði eða hvort að hún þarf allavega að vera aðeins meiri, held ég. Það allavega mín skoðun. Takk fyrir þetta, Anna. Pálmi hefur beðið orðið. Já, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég veit að það sjúkrabíla aðstaðan ekki það kemur kannski ekki máli beint við en jú samt. Sjúkrabíla aðstaðan náttúrulega ekki orðin boðleg og það verið að vinna í ýmsum málum með það. Þannig að ég held að við þurfum að búa bara til einhvern hóp í kringum þessa björgunarmiðstöð sem við þurfum að búa til hérna, sko. Þannig að hvernig við erum að leggja það upp svo næsta mál, sko. Því að ég held að þetta sé
umræða sem búin að standa yfir í svona á milli manna í langan tíma. Ég held að nú þurfum við að fara að gera eitthvað því að eins og við sáum daginn með skýrsluna sem var tekin á slökkviliðið, þá vorum alltaf við það að vera með rauða spjaldið, sko. Svo, já. Það er ekki meira hér. Takk fyrir þetta, Pálmi. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn morðið, en ég legg það bara fyrir þá tillögu að sveitarstjórn feli byggðarráðið að afgreiða brunavarnaráætlun. Þeir sem eru samþykki þeirri tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 10, það er fjárhagsáætlun 2022, það er viðauki 1 og ég ætla þá bara að fá Kristján sveitarstjóra til þess að fara yfir þennan fyrsta viðauka. Já, takk Oddviti og góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Þessi viðauki kemur til vegna ábendinga frá endurskoðanda. Það sé allavega að hluta. Allir jöfnu hefði viðaukinn farið í gegnum byggðarráð en þessar ábendingar komu bara núna í þessari viku eftir samtal. Og það sem þetta snýst er að það var gert ráð fyrir því að fjárfesting vegna hreinsistöðvar fráveitu í Búðardal sem að var á fjárhagsáætlun að hluta á síðasta ári og hluta til á þessu ári og leitað var tilboða í desember og síðan voru þessi tilboð lögð fram á fundi byggðarráðs 16. desember og byggðarráð samþykkti að taka það tilboð, hvaða tilboði skyldi tekið og við höfum gert ráð fyrir því að hluti þess sem var á áætlun þessa árs yrði kostnaðarfært áætlun 21 yrði kostnaðarfært á því ári. En eins og endurskoðandi bendir á að þá væri það bara fyrirfram greiðsla, fyrsta greiðsla upp í tækjabúnaðinn og það er ekki heimilt að setja það inn á liðið ár, þannig að það verður að koma inn á árið í ár. Þess vegna gengur viðaukinn út af það að hækka fjárfestingu vegna hreinsistöðvar fráveitu 12 milljónir á þessu ári frá áætlun. Á móti kemur styrkur upp á 3,9 milljónir með að sé vitleysa sem þarf að laga hér í bókun. Og síðan var verkefni sem ekki náðist að klára í lok síðasta árs sem tenging reiðhallar við fráveitu og vatnsveitu og þá þarna gert ráð fyrir því að sú framkvæmd færist fram á þetta ár og þá kemur kostnaðurinn og bæði kostnaður og tekjur vegna þess inn, það er að segja kostnaður vegna tengingar reiðhallar við fráveitu 1,9 milljónir 1,9, tekjurnar 233.000 og fjárfesting vegna tengingar reiðhallar við vatnsveitu 120.000 og tekjurnar 117.000. Í fjárhagsáætlun síðasta árs var gert ráð fyrir því að þessi fjármagn kæmi á handbæru fé. Það að það var ekki framkvæmt á síðasta ári þýðir þá að handbært fé verður meira í lok árs heldur en ella hefði verið og þar af leiðandi verður þá handbært fé í árið í ár hærra og það verður þá nýtt til þessara framkvæmda. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið er laust. Er þetta gömul hendi, Pálmi, eða ætlaðu að tala? Ég skal tala aðeins. Já, þetta ágætu fundarmenn. Ég nú ekki sérstakur áhugamaður kúk þó ég sé pípari, en ég bara mjög glaður yfir
því að þetta skuli vera að gerast, að við sem að fara í þessa hreinsistöð, því að það er ótrúlega mörg sveitarfélög sem að eru með þessi mál niður sig. Þannig að ég bara styð þetta er flott að þetta sé að fara í gang. Við tek hendina niður. Takk fyrir þetta, Pálmi. Fleiri sem vilja taka til máls? Það byrði aftur orðið, Kristján. Já. Já, ég bara að ég glemdi að geta þess að þessi viðauki, hann er nátengdur því sem kemur fram í næsta dagskrárlið, það sem er samningurinn hreinsistöðina, vegna þess að það er forsenda fyrir því að það sé heimilt að staðfesta þann samning sem er, eins og segir, raunverulega byggðaráði búið að taka. Samningun bara kveður nánar á greiðslur, en forsenda fyrir því að það sé hægt að staðfestan er að það liggi fyrir fjárveiting og sem er þá þessi viðauki. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Að biður enginn orðið, þá gerir það bara tillögu að við samþykkjum viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2022, sem samþykkir honum gefið merki. Samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 11, það er fráveita hreinsistöð og það liggur hér fyrir í fundagögnum samningur hreinsistöð milli Dalabyggðar og Iðunvers EHF. Einhverjir vilja ræða þennan samning? Kristján? Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, mig langaði bara að útskýra samninginn og sem að eða þetta verkefni og sem að voru forsendur sem byggðaráð fór yfir þegar það var ákveðið að taka þessu tilboði. Það komu semst 2 tilboð í þetta verkefni. Þau voru mjög álíka hvað varðar krónutölu og búnaður sambærilegur, en það sem að þessi stöð sem að var byggðaráð ákvað að yrði keypt miðað við tilboðið, þar sem að hún hefði fram fyrir var að hún kemur sem tilbúin eining, sem tilbúin gámur. Það þarf ekki það er ekki kostnaður við undirstöður fyrir byggingu og þess aftar sem að ella hefði verið. Og svo þetta líka talið sveigjanleg lausn að því leyti að ef að til þess kæmi að það á einhverjum tímapunkti þyrfti að stækka eða breyta, að þá þetta lausn sem er hægt að taka og selja, en sem að hefði verið erfiðara ef að við hefðum verið með búnað það sem hefði verið búið að reisa byggingu og búnaðurinn komið fyrir í byggingunni. Þannig að sem sagt lausn sem kemur tilbúin og sveigjanlegri, það var það sem var rætt í byggðaráði. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Takk fyrir þessu engin hljóðs. Þá myndi ég bara gera það tillögu minn að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning og felum sveitarstjóra að ganga frá samningnum fyrir hönd sveitarfélagsins. Það sem samþykkir þeirri tillögu gefið merki. Með samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 12, það er nýsköpunarsetur í Dalabyggð. En á fundi byggðaráðs 16. desember síðastliðinn var þetta mál til umræðu og það þarf að stofna félag nýsköpunar og frumkvöðlasetur sem á að vera á neðri hæðinni í stjórnsýsluhúsinu. Og vinnan við stofnun við stofnun setursins og reyna að fá fleiri stofnaðila setrinu í gangi, en það þarf að stofna félagið og því hér til að mér bara sveitarstjórn tveli byggðaráði umboð til að stofna félag nýsköpunar og frumkvöðlasetur og setja því starfsreglur og koma verkefninu á stað.
og byggðarráð það tímabundin fyrsta stjórn þar til að stjórn félagsins verður skipuð á stofnfundi. En einhverjum vilja ræða þetta mál frekar? Biður enginn morðið þeir sem eru samþykki þessari tillögu gefi merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 13, það umsögn skipulagslýsing og endurskoðun aðalskipulags Strandabyggðar. En það liggur bara hér fyrir fundargögnum tillaga skipulagslýsing og endurskoðunar aðalskipulags Strandabyggðar sem er í umsagnarferli. Og það tillaga mín, þetta venjulega að færa þessi mál fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd en það bara náðist ekki að halda fund hjá umhverfis- og skipulagsnefnd núna í byrjun janúar. Þar af leiðandi þetta mál tekið beint inn á sveitarstjórnarfund svo að sé hægt þá að senda svar innan umsagnarfrests og ég geri það bara tillögu minni að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við skipulagslýsingu vegna endurskoðunar aðalskipulags Strandabyggðar. En einhvers vill ræða þetta mál? Ég engin orðið þess sem eru samþykkir því að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir gefi merki. Það samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárlið 14, það fyrirspurn leigu á laugum sumarið 2022. Þetta verður rætt bara hér á lokuðum fundu eftir vegna viðskiptahagsmuna og fært í trúnaðarbók. Þá erum við komin að fundagerðum til afgreiðslu. Það þá fyrst fundur byggðarráðs Dalabyggðar, fundur númer 282. Einhverju sem vilji ræða þá einstaka dagskrárliði fundagerðinni sérstaklega. Anna. Oddviti og aðrir fundamenn. Nú datt ég alveg út, en eru ekki örugglega að ræða fundagerð byggðarráðs, var það ekki? Jú, fundagerð byggðarráðs, dagskrárliður 15. Mig langar að spyrja varðandi lið 8 varðar sorphirðu í Dalabyggð 2022. Á síðasta sveitarstjórnarfundi var samþykkt að fela byggðarráði að gera könnun á notkun sorpbíláta meðal íbúa Dalabyggðar, sem sagt kanna hver staðan á hverri tunnu bæði í sveitinni og þéttbýlinu þegar kemur að losun. Notkunin næg eða einhver tunna orðin yfirfull? Nú sé ég að byggðarráð ætlar ekki að byrja á því að gera þessa könnun, heldur fá upplýsingar hjá Íslenska gámafélaginu notkun sorpbíláta. Ég spyr því einfaldlega hvaða upplýsingar þið að vonast til að fá hjá Íslenska gámafélaginu? Þið að farast eftir því hvort tunnurnar rétt notaðar, hvað rétt efni í hverri tunnu, eða þið að vonast til að þeir eigi upplýsingar hversu mikið í hverri og einni tunnu? Kannski ég bara svona einföld í minni hugsun, en ég held að íbúarnir viti manna best hvernig notkunin hjá hverjum og einum. Stutt könnun þar sem spurt yrði hver staðan á hverri tunnu þegar kemur að losunardegi myndi segja ansi mikið. Við búum í litlu sveitarfélagi og hér þekkja allir alla. Reglulega kemur út dreifibréf frá Dalabyggð og þar væri til dæmis hægt að biðla því til íbúana að fara inn á ákveðin nethlekk og svara þessari könnun. Og mælst til þess að best væri að allir svari þessari könnun. Þetta yrði besta leiðin fyrir okkur sveitarstjórnarmennina til að vita hvort við séum að þjónusta þessa þjónustu rétt. Eða hvort gera þarf einhverja breytingar. Ég vonast til að fá svör við þessari ákvörðun byggðarráðs og svo í framhaldi vonast ég til að byggðarráð haldi áfram með þessa vinnu en svæfi þetta mál ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Þuríður hefur beðið orðið. Já, oddviti og fundamenn. Það nú þannig að gámaþjónustan með vikt á bílnum og viktar tunnurnar þegar það eru losaðar, þannig að sveitarfélagið getur fengið þessar upplýsingar og við ætlum að byrja þar að fá. Þá sjáum við svo vel hvernig staðan Við erum ekki að svæfa neitt eða gera eitthvað tortryggilegt. Við erum bara að fá þessar upplýsingar frá gámaþjónustunni beint. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þuríður. Anna hefur beðið orðið. Bara takk fyrir þessar upplýsingar, Þuríður. Ég vissi til dæmis ekki að gámafélagið væri með vigt og
og ég veit hins vegar ekki hvað venjulega tunna er þung. Þannig að það hlýtur að vera mismunandi eftir í hversu efnið er eðlisþungt, hvort hún er full eða ekki. Þannig að það verður kannski líka að hafa það aðeins í huga. Skiljið hvað ég við, þú veist. Hún getur verið full, hún getur verið rosa þung en er samt kannski ekki mikið í henni. En hún getur líka verið full en er alveg full. Þannig að vikt segir kannski ekki allt. Bara hafa það í huga. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls fundargerð byggðarráðs. Það biður enginn orðið. Þá bara leggjum til að við samþykkjum fundargerð byggðarráðs. Þeir sem samþykkir henni gefur merki. Samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 16. Það menningarmálanefnd Dalabyggðar. Og við erum sem búin að afgreiða málið sem var til umræðu á þeim fundi brothættar byggðir, en einhver sem vil spyrja fundargerðina. Þar biður enginn orðið þeir sem samþykkir fundargerðinni gefur merki. Með samþykkt samhljóða. Og næst dagskrárliður 17, það atvinnumálanefnd Dalabyggðar. Þar fundur númer 26 og þar var líka bara eitt mál til umfjöllunar. Einhverjir sem vilja ræða fundargerðina. Biður enginn orðið, þeir sem samþykkir fundargerðinni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Og næst dagskrárliður 18, það stjórn dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns, það fundur númer 53. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð. Anna. Oddviti og aðrir fundarmenn. Mig langar til að fá upplýsingar lið 3 og 4 í þessari fundargerð varðar það af hverju afgreiðslu stefnu Silfurtúnar og starfsmannastefnu Silfurtúnar frestað til næsta fundar. Hvað það sem tefur að ekki hægt að taka þessar 2 stefnur til afgreiðslu nefndarinnar, bara að fá svona aðeins að vita það. Og svo varðandi fyrsta lið, það greinilega verið að ræða nokkur atriði en lítið bókað hvert og eitt þeirra. En það sem mig langar til að ræða vöntun á starfsfólki á Silfurtúni og staðan öll í kringum það. Ég sé að undir þessu lið verið að auglýsa eftir starfsfólki sem gott, en ég væri til í að eitthvað stjórnarmaður Silfurtúns kæmi hér upp og útskýrði hver raunveruleg staða varðandi starfsmannahalds á Silfurtúni Hvað vantar á mannamarkastöður? Og ef ekki næsta manna í þessar stöður, hvernig sjáu þið þá næst skref fyrir ykkur? Ljóst að töluverð vinnuþreyta, bæði andleg og líkamleg komin í það starfsfólk sem eftir og eflaust margt sem veldur. En hægt að upplýsa íbúa Dalabyggðar hvaða plön stjórn Silfurtúns með til að taka á því vandamáli. Það kemur ekki neitt þetta í fundargerð. Ljóst að þetta erfitt mál og eflaust einhver atriði trúnaðarmál. Ég held samt að starfsfólk Silfurtúns sé orðið langdreitt á að vita nánast ekki neitt. Það liggur nær aldrei mál fyrir sveitarstjórn sem snýr að Silfurtúni, einungis fundargerð stjórnar Silfurtúns. En auðvitað þetta ekki alltaf þannig. Það vissulega mál. Við vorum með eitt þegar áðan. Ég held að það væri bót í máli ef til dæmis formaður stjórnar Silfurtúns kæmi alltaf upp á sveitarstjórnarfundi undir eins og þessum dagskrárlið, þar sem verið að ræða fundargerðina og bara hreinlega tala svolítið til íbúa sveitarfélagsins á mannamáli. Mér finnst svo oft sem þetta sé svona mál sem aldrei má ræða og kannski í sumum tilfellum óþægilegt að ræða. En ég myndi virða stjórnina betur ef hún hefði þetta vinnulag. Fundargerð ein og sér segir svo lítið. Ég kalla því eftir frekari upplýsingum frá stjórn Silfurtúns. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Þuríður hefur beðið orðið. Já, oddviti fundarmenn. Mér langar bara að taka undir sem Anna sagði. Ég hef bara gríðarlegar áhyggjur af starfsfólkinu þarna frá. Ég held að sé verið að keyra heimilið á 7 eða 8 manns, 3 skiptar vaktir. Þetta gríðarlegt álag. Það þarf bara að fara að finna einhverja lausn. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Þuríður. Ragnheiður hefur beðið orðið. Oddviti og fundarmenn. Vöntun á starfsfólki á Silfurtúni gríðarlega mikil. Ég ekki með tölur það hversu mikil það en hún mikil og þetta alvarlegt og þetta bara eitthvað sem að ég verð bara viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig við eigum að snúa okkur í þessu. Það verið að auglýsa út um allt. Við erum líka að reyna að leita eftir fólki að benda á að þarna séu störflaus en þetta bara mjög erfitt mál. Stefna Dalabyggðar og starfsmannastefna á Silfurtúni. Ástæðan fyrir því að við keyrðum það ekki í gegn var að þetta var svo ný tilboð, við þurfum að skoða þetta aðeins betur af því við viljum vera sátt við þetta þegar við setjum þetta frá okkur. Og ég vænti þess að þetta verði tilbúið næstu mál, á næsta fundi stjórnar Silfurtúns. En ég tek undir það að vöntun á starfsfólki bara alvarlegt mál og við þurfum að auglýsa á fleiri stöðum og reyna að fá fólk bara annar staðar frá inn í sveitarfélagið til þess að vinna þarna ef enginn sækir um. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls. Skúli og svo Anna. Ragnheiður, tekur þú niður höndina. Oddviti, góða fundarmenn. Ég alveg bara held ég á sömu blaðsíðu og tíð varðandi starfsmanna vöntunina þarna. Og ég hef svo sem talað fyrir því á stjórnarfundum og ég held að sé allir sammála því að þetta gengur ekki til lengdar, þetta ástand. Og ég hef líka sagt að eftir því sem við keyrum heimilið á færra fólki, þeim mun meira verður álagið og fólki þreytist miklu fyrr og brennur út. Þannig að það mjög hættulegt að vera að reka svona stofnun á of fáu fólki. En ég held að sé allir sammála að það sé alveg þannig, en ég veit ekki hvað þetta gera annað. Við reynum að auglýsa held ég bara alls það sem við getum og ég held að við í stjórninu höfum meira sér nánast hringt í fólk og vita hvert get ekki komið og bara leitum að fólki. En það bara virðist ekki fást fólk. Þannig að þetta var kannski aðeins svona til að líka að fara til að heyri í Reykhólum hvort það væri hægt að samnýta eitthvað fólk í einhver ákveðin verkefni eins og skýrsluhald og eitthvað og í staðinn geti einhver annar verið bara út á gólfi eins og hjúkrunarforstjórinn. Hann yrði meira á gólfinu. Að þá ef var hægt að taka einhver verkefni af henni til dæmis, einhver skýrsluhald. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Mér langaði bara, þetta var ágætt frá að heyra þetta frá þér, Ragnheiður, en hvað verið að gera til að leysa þennan vanda sem uppi fyrir utan mannaráðningar? Nú sá ég að það var til með skoðanakönnun sem í gangi, þetta að fara aðeins svona yfir hvað verið að reyna að gera? Takk fyrir þetta, Anna. Einar. Já, oddviti, ágætu fundarmenn. Ég nú í þessari stjórn Silfurtúns líka og ég held að allt þetta kjörtímabil búið að í raun og veru það alltaf það sama sem tekið fyrir á þessum fundum. Það alltaf farið fyrst yfir reksturinn og allt sem snýr að því. Og það náttúrulega starfsmannamál veigamikill þáttur. Við vitum það manna best að þetta rekið á fáu fólki. Það búið að, eins og menn eru búin að fara hérna yfir, það búið að auglýsa. Það verið að auglýsa núna víðar, það verið að auglýsa núna á fleiri tungumálum, þannig að vonandi náu til fleira fólks. Þetta gríðarlega erfitt, við neyðum engan til þess að taka að sér svona vinnu og við viljum ekki fá þannig fólk í svona vinnu. Ég held að öll stjórnin alveg samtaka í því að gera allt sem í hennar valdi stendur til þess að eiga við þetta. En eins og segi, þetta ofboðslega mikið mál. Ég veit að Ragga á kannski eftir að fara yfir varðandi það sem var í dagskrárlið 2 varðandi þessa viðhorfskönnun. En takk. Takk fyrir þetta, Einar. Þuríður. Já, oddviti fundar minn langar bara aðeins að velta upp. Hafið þið kannað af hverju hefur verið svona mikið brottfall af starfsfólki frá Silfurtúni síðustu árin? Takk.
Takk fyrir þetta, Þuríður. Ragnheiður. Næ ekki alveg að unmjúta hérna, heyrið í mér? Þuríður tekur niður höndina. Heyrið í mér núna? Heyrið í Já, mér? við heyrum. Takk. Oddviti og sveitarstjórnarfólk, það sem við erum búin að gera er, byrjum bara á byrjunni, við vorum búin að taka eftir því að það væri mikil þreyta í starfsfólki á Silfurtúni og mórallinn væri þar af leiðandi ekki nógu góður og við sem sagt fengum Eyþór hjá, og hvað heitir það, hún er alveg dottið úr hausnum á mér, til þess að gera svona vinnustaðagreiningu. Og eftir það var starfsfólk Silfurtúns, þá kom það á fund með stjórninni og við ræddum við þau. Eftir það sem sagt hjúkrunarforstjóri búinn að vera á stjórnunarnámskeiðum hjá þeim sem gerði þessa könnun. Við erum búin að vera að búa til viðhorfskönnun fyrir íbúa og aðstandendur og síðan erum við að gera þessa stefnu, Dalabyggðar og starfsmannastefnu og allt þetta eitthvað sem tekur mið af því að finna út úr því að öllum getur liðið vel þarna og við getum tekið samtalið að lenda málum en grunnatriðið er náttúrulega mannastaðinn því að vondum úrall þrífst bara alltaf vel þegar fólk er þreytt. Við erum að reyna að leita allra þeirra leiða sem við mögulega getum fundið til þess að þetta gangi betur og eitt af því er að taka samtal við Barmahlíð, hvort við getum hagrætt einhvern veginn þannig að lífið verði léttara. Ég veit ekki alveg hvort að ég sé að gleyma einhverju eða kannski tala ég ekki nógu skýrt, þú spyr þá bara aftur annað. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Þuríður að beðja orðið, svo Skúli. Mér minnir að hafa komið fram í skýrsluna og mórallinn væri ekkert lélegur. Takk. Takk fyrir þetta, Þuríður. Skúli. Ég kannski bara svara Þuríður varðandi brottfall síðustu ára. Ég held það lýsir sér bara sjálft í því að það vantar bara mannskap, fólk verður bara þreytt og það bara gefst upp og svo kannski er eitthvað að stjórninni líka, þannig að ég held að þetta hjálpist bara að. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Anna, þú búin að biðja orðið? Ég var reyndar ekkert að spá í því en ég ætla bara að nota tækifærið og þakka Ragnheiði fyrir svörin og alltaf gott að vita svona hvað er að gerast og fá bara svör frá bara stjórninni sjálfri, ekki bara eitthvað sem maður heyrir út í bæ og eitthvað svona, þannig að það er alltaf gott. Þannig takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður ekki orðið, þá er þau sem eru samþykkir þessari fundargerð gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru næst fundargerðir til kynningar. Dagskrárliður 19, það er fundargerðir Almannavarnanefndar Vesturlands. Og það eru liggja fyrir fundargögnum fundargerðir frá 9. desember og 7. janúar. Einhvers vill spyrja þær eða ræða þær eitthvað. Að kveður sér engin hljóðs, þá er dagskrárliður 20, það eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Liggja hér fyrir fundargerðir frá 27. nóvember og 10. desember. Einhvers vill ræða þær. Að biður engin hljóðið, þá er dagskrárliður biður engin orðið. Þá er dagskrárliður 21, það eru fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Liggur hér fyrir fundargerð frá 30. nóvember. Einhvers vill ræða hana. Biður engin orðið, þá er dagskrárliður 22, það eru fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það eru fundargerðir Heilbrigðisnefndar frá 13. desember og 28. desember. Einhverjir sem vilja ræða þær. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það dagskrárliður 23, það eru fundargerðir 2021. Það eru fundargerðir stjórnar Fasteignafélagsins Hvamms frá 21. desember sem liggur fyrir.
Einhver sem vill ræða hana? Það biður enginn orðið, þá er dagskrárlið 25, það er fundargerð stjórnar dalagistingar, fundur frá 7. janúar. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Anna? Ég bara, þú ert komin fram hjá 24, er það ekki? Bara takk fyrir að benda mér á. Það skulum fara bakka og taka dagskrárlið 24. Fasteignafélagi Hvammur, Bakka Hvammur, þetta leit eins út á blaðinu hjá mér. En það er fundargerð stjórnar Bakka Hvamms, HSES, það er fundargerð frá 29. desember, einhvers vill ræða hana. Anna? Já, oddviti og aðrir fundamenn. Undir lið 1 er verið að ræða að ákveða ýmsar upplýsingar sem senda á til HMS varða stofnframlag fram í tíma vegna þessara íbúða sem ætlað er að byggja á næstu 3 árum. Inn í þessari áætlun er til dæmis tímarammi og þar eru áform að byggja 3 80 fermetra íbúðir frá 1. maí til 31. desember 2022, sem sagt á þessu ári. 2 íbúðir fyrir aldraða og fatlaða frá 1. maí 2023 til 31. desember 2023. Og svo 4 íbúðir, eitthvað minni í sniðum, hugsaðar fyrir blandaðan hóp, það er tekjulitla, fatlaða eða aldraða. Og á að byggja þær frá 1. maí 2024 til 31. desember 2024. Nú spyr ég, er þetta raunhæf tímaáætlun og hvað er hönnunarvinnan komin langt á veg í þessum íbúðum öllum? Eru einhverjar teikningar komnar á teikniborðið? Væri gott að fá svör við því ef einhver hefur vitneskju það. Sjálf finnst mér bara ansi stutt í 1. maí 2022. Svo undir lið 2 í þessari fundargerð varðar önnur mál rætt samkomulag milli Hrafnhóls ehf. Og Bakka Hvamms HSES lokafrágang á íbúðum í Bakka Hvammi. Og virðist þetta samkomulag vera undirritað 23. desember síðastliðinn. Nú spyr ég, í hverju felst þetta samkomulag? Og þá úttekt á þessum íbúðum formlega lokið og hvað kom út úr þeirri úttekt ef úttekt var að ræða? Og hver eru næstu plön varðandi þetta allt? Sem sagt, kærkomin að fá greinargóða lýsingu á þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Einar? Já, oddviti, ágætu fundamenn. Það er engin hönnun komin á stað eða neitt svoleiðis í þessu. Þetta er eins og margt annað sem kemur að þetta gerist ansi hratt og ansi seint líka frá ríkinu og það er stokkið á svona að sjálfsögðu. Það er ekki hverjum degi sem við fáum svona meðgjöf frá ríkinu. Það er hægt að upplýsa það að stjórn Bakka Hvamms ætlar að boða til fundar í næstu viku, sem sagt aðila á svæðinu sem að mögulega hefðu haft áhuga og getu í að fara í svona framkvæmd. Þá er ég að tala um verkefnið á næsta ári. Og það er raunir ekki á teikniborðinu að stjórnin fari í raunir eitthvað að eiga við hönnun eða annað slíkt. Það er einfaldlega að fá aðila í þetta fyrir sig. Varandi hitt málið með Hrafnshól, þá er það rétt, það var gerð úttekt, við sem sagt létum gera ákveðna úttekt á íbúðunum sem að við bárum svo á fund með fulltrúa Hrafnshóls og hann í raun og veru féllst á allt það og svo bættist eitthvað aðeins við eftir að þeirra starfsmaður kom og við fengum þetta svo undirritað. Þetta er bara í ákveðnu farvegi, það er búið að gera ákveðna hluti af þessu. Stór hluti af hlutunum sem þarf að gera bíður síðan vors eða betra veðurs og þetta er alltaf unnið þannig að við erum semst með iðnaðarmann sem að í raun og veru tekur þetta út í nánast jafnóðum eða fylgist með að þetta sé gert og við bara bindum vonir við að þetta samkomulag nú náttúrulega bara með þetta undirritað að þetta verði klárað sem sagt í vor og snemma sumars. Vona að þetta hafi svarað öllu. Takk.
Takk fyrir þetta. Einar Skúli hefur beðið orðið. Já, oddviti, sveitarmenn, ég ætla kannski aðeins að leiðrétta Einar, það sko þessu ári sem við ætlum að fara að byggja og fá menn á fundi í næstu viku til þess að fara að vita hvort að þeir geti ekki bara byggt þetta, heimamenn. Ég hef alveg fulla trú að við fáum heimamenn í þetta, þeir bara rissi upp 3 íbúðir, engar stund að því og verði búin að þessu í desember á þessu ári. Og svo aðeins varðandi Hrafnshól, þá minnir mig að standa í samkomulaginu að það verði lokið við allar aðfinnslur 30. júní á þeirra hálfu. Þannig að og það komið fram, þá allavega búið í sumar að ljúka öllum aðfinnslum sem okkar maður fann að húsunum og þeir féllust á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Skúli. Anna? Bara er hægt að upplýsa hvað fannst að húsunum? Er það eitthvað leyndarmál? Eru einhverju stóri liðir þar til dæmis? Takk fyrir þetta Anna. Nú voru annarkvæmt Skúli eða Einar að svara. Þeir ýttu jafn harðan á hnappinn. Skúli? Já, ég held að það sé ekkert leyndarmál sem er á húsunum. Ég held að sé ekkert neitt stórt. Það þarf að mála þau utan og það voru brotin gler sem er búið að skipta um. Þetta eru fullt af atriðum og það væri kannski bara sniðugt og fá það einhvern tíma bara næst í fundargögnum. Hvað var að húsunum? Þetta voru göt á klæðningu sem á skiptum, málningin, glerið, það voru eitthvað læsingar og útihurðum. Það var einhver rugl á tengingu trúlega á gólfhita í einni íbúð og ég man ekki meira, ég get nú flett þessu upp. Málningavinna og eitthvað. Já, málningavinna innan til dæmis líka yfirfara og svo var líka með loftstokkana, það var einhver raki sem að þeir held að væri einhverju lím sem þurfti að laga á eitthvað, þannig að þetta var allt farið yfir á okkar manni. Ég skal reyna að finna þetta bara. Takk fyrir þetta Skúli. Einar, vilt þú bæta eitthvað við? Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Kannski bara ekkert að vera að eyða tíma í að leita að því, en bara mér að svona athugasemdir séu bara bókaður í fundargerð, þannig það sé það bara alveg, liggi bara alveg ljóst fyrir hvað er. Þannig að ég styð það að þið kannski bara bæti úr því í næstu fundargerð. Takk fyrir þetta Anna. Bara er hægt að taka þetta fyrir á næsta fundi Bakkakváms og hafa þá við eitthvað fundargerð þess vegna. Skúli? Oddviti, fundarmenn, ég get kannski stiklað á stóru bara, ég er búinn að finna þetta hérna. Það er klæðning að utan, samsetning á klæðningu, frágangur, við suma glugga ábótavand og tveimur sem 20 borð með götum á. Svo er íbúð að þéttikantar á hurðum, ójafn hiti í íbúð, speglarhurð í forstúr, lokast fyrir innstungu, göt fyrir loftósi, skakkar, viðar, basl, bólur, það verður lagað, botn á einni brotinni flís á baðherbyggi, íbúð 8B, hurðarhúðn og svalahurð ónýtur, rakaskemmdir í vegg, íbúð 8C, víðast basl, bólum og málningar þörf á veggjum, á millivegg milli alrýma og baðherbyggi sem virðist vera að byrja að myndast að rakaskemmd beint fyrir neðan þar sem loftræstingin er, eins og ég nefndi áðan. Þarf að laga sturtun hap á klósetti. Bakkakömmur höfum við, já, þannig að þetta eru þessi atriði. Og svo fundust þarna meindýr í einni íbúðinni og það er verið átt að fá meindýr núna í janúar til að
yfirfara hvers konar mynd í það verður, einhverja pöddur, hvort það út að raka eða einhverju öðru. Þetta svona stikla á stóru, en ég held að við ættum að sitja bara inn næst. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Þá förum við í dagskrárlið 25, það eru fundargerðir dalagistingar, það er fundargerð stjórnar frá 7. janúar síðastliðinn, einhvers vill ræða þá fundargerð. Það biður enginn orðið, þá er dagskrárlið 26, það er Sólheimar breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuverks. Það liggja hér fyrir bara í fundargagnum bréf frá Skipulagsstofnun dagsett 28. desember sem að vísar breyting á aðalskipulagi til innviðaráðherra og þá bréf frá ráðuneytinu dagsett 5. janúar síðastliðinn. Hverju vilja ræða þetta mál? Anna? Oddviti og vill kannski vera á undan ef hann kemur með eitthvað mál til upplýsinga. Ég ætla að leyfa honum það. Ég ætla að koma eftir honum. Kristján? Já, oddviti, fundarmenn, já, það liggja fyrir þessi tvö bréf og það er alltaf núna vinna við að svara þessu erindi. Umsögnin frá sveitarfélaginu er bara sjálfs í samræmi við þau svör sem hafa komið hingað til. Það er ljóst að það er eitt atriði sem er ágreiningur Það er orkunýtingaráætlun, hvort að hún eigi að hafa áhrif á aðalskipulagsbreytingu eða ekki. Og það hafa komið fram í bréfum frá sveitarfélaginu einmitt sérstaklega núna síðast mjög ítarlegar röksemdafærsla fyrir því af hverju orkunýtingaráætlun á ekki við í þessu tilviki og heldur mögulega mun geta átt við síðar þegar það kemur að mögulegu deiluskipulagi eða framkvæmdaleyfi. Þannig að í sjálfu sér það verður tiltölulega einfalt og aðgengilegt þannig séð að svara þessu. Það er bara verið að ítreka málflutning sem að hefur verið hingað til og síðan er það svo náttúrulega ráðherra sem að úrskurðar. Samkvæmt lögum hefur ráðherra 3 mánuði til að úrskurða í málinu. En ég hef nú eftir samtöl við fulltrúa ráðuneytisins þá á ég nú vona því að það muni ganga töluvert fyrr. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Anna? Oddviti og aðrir fundarmenn. Mig langar bara að biðja Eyjólf að stoppa mig ef að ég fyrir að hökta eins og hún Ragnheiður áðan í net, ef það verða netvandamál, af því að þetta er alveg pínu langt sem ég er búin að setja þetta nöfla, því ég verður bara að fyrirgefa mig það. Þannig bara Eyjólfur bara gríptu inni og bara segja mér að hætta. Fyrir þessu fundi liggur svar frá Skipulagsstofnun að hún ætli að vísa staðfestingu breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 varðandi vindorkuver að Sólheimum og Hróneyjastöðum til ákvörðunar ráðherra. Skipulagsstofnun samt enn á því að synja beri þessari staðfestingu þar sem efni og framsetning þeirra samræmist ekki lögum nr. 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun og einnig skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeir benda á máli sín til stuðnings að skilgreind iðnaðarsvæði fyrir vindorku án takmarkana samræmist ekki 5. grein laga nr. 48/2011. En í þeirri grein segir að virkjanakostir sem verndar- og orkunýtingaráætlun á að taka til samkvæmt 3. málsgrein 3. greinar og ekki hefur verið tekin afstaða til í gildandi verndar- og orkunýtingaráætlun skuli lúta sömu reglum og virkjanakostir í biðflokki rammaáætlunar. Biðflokki áætlunar.
Varðandi skipulagsreglugerð númer 90/2013 benda þeir á að svæði sem í biðflokki rammaáætlunar skuli vera skilgreind sem varúðarsvæði, en skilgreining varúðarsvæðis felur í sér takmörkun á landnotkun og skal í aðalskipulagi setja ákvæði og skilmála sem fela í sér takmarkanir til að bregðast við þeim sérstöku aðstæðum sem á svæðinu ríkja, svo sem mannvirkjagerð, umgengni og landnotkun. Á sveitarstjórnarfundinum sem haldinn var 14. október 2021 kallaði ég eftir svari við ýmsum spurningum, en svör fengust ekki við öllum. Frá þeim tíma hefur þetta mál ekkert verið rætt af sveitarstjórn, hvorki opinberlega né í lokuðum hópi. Ég verð að játa að mér líður oft pínu illa þegar þetta mál kemur á dagskrá. Ástæða þess sú að þetta gífurlega flókið mál og mjög erfitt að skilja það. Við erum að tala mál sem ríkið ekki einu sinni sjálft búið að setja leikreglur Við erum að tala mál þar sem svo virðist sem lagaumgjörð og stefnumörkun stjórnvalda er engan veginn nógu skýr. Á sveitarstjórnarfundinum í október sagði ég í pontu að mér fyndist ljóst að hlaupin væri kergja í sveitarstjórn Dalabyggðar út í Skipulagsstofnun og spurði þá til dæmis af hverju liggur okkur svona mikið á. En það hefur enn sem komið verið mjög fátt svör. Mér langar að nota þetta tækifæri og fara aðeins yfir stöðu mála varðandi þessa aðalskipulagsbreytingu. Svona fyrst og fremst fyrir íbúa Dalabyggðar. Nú þetta mál hérna inni sem til kynningar, þannig að þetta kannski bara ágætt kynning. Ég hvet líka íbúa Dalabyggðar til að lesa svar Skipulagsstofnunar dagsett 28. desember 2021 sem væntanlega mun fylgja þessum fundagögnum. Ef maður les feril þessa máls varðar samskipti Dalabyggðar og Skipulagsstofnunar má sjá að Skipulagsstofnun kemur ítrekað með ábendingar á Dalabyggð atriði sem þarf að huga að. Hér á eftir ætla ég að fara aðeins yfir þessar athugasemdir. Ég ætla hins vegar ekkert að fara yfir athugasemdir Dalabyggðar af því að ég geri ráð fyrir að þið geti svarað fyrir það. Þið sem sitja í sveitarstjórn og við sem sitjum í sveitarstjórn. Þannig að þetta snýr bara aðalega Skipulagsstofnun. Fyrsta athugasemdin kemur 8. maí 2019. Í þeirri umsögn stofnunarinnar bent á að mótun stefnu 2 vindorkuver þurfi að skoða og meta á heildstæðan hátt með samanburði á valkostum orkuöflun og væri eðlilegt að vísa skipulagsáformum vindorkunýtingu til heildarendurskoðunar aðalskipulags, meðal annars með tilliti til samlegðaráhrifa. Einnig var hvatt til þess að vinna samhliða að mótun aðalskipulagsbreytinga og umhverfismati framkvæmdanna. Einnig var bent á það að í skipulagstillögum þyrfti að gera grein fyrir tengslum breytingana við rammaáætlun og kerfisáætlun landsins. Síðan kemur 4. september 2020 og þá kemur Skipulagsstofnun aftur með ábendingar til Dalabyggðar. En fyrir þann tíma hafði Dalabyggð komið með tillögur að breytingum á aðalskipulagi og sent á Skipulagsstofnun. Í þessum ábendingum Skipulagsstofnunar áréttaði stofnunin hvatningu þess efnis að stefnumótun vindorkuvera frá niðurstöðum og sólheimum yrði vísað inn í endurskoðunarferli aðalskipulagsins, sem þá var hafið með kynningu á lýsingu. En benti einnig á tiltekin atriði í skipulagstillögum sem bregðast þyrfti við svo sem tengsl við rammaáætlun, tengdar framkvæmdir, vernd votlendis og búsvæði fugla, umhverfismat og fleira. Auk þess lagði Skipulagsstofnun til að bíða með að auglýsa tillögur að aðalskipulagsbreytingu þar til tillaga viðauka við landsskipulagsstefnu lægi fyrir svo sveitarstjórn gæti kanna hvernig stefna og skipulagsákvæði þessi vindorkuver samræmdust henni og brugðist þannig við eftir tilefni. Tafir verða svo greinilega á þessu máli að hálfu Skipulagsstofnunar þar sem treglega gengur að vinna þessa landsskipulagsstefnu. Og lokun nær þessi breyting ekki að fá afgreiðslu fyrir þinglok á vorþingi 2021. Þarna greinilegt að öll þolinmæði Dalabyggðar á þrotum gagnvart Skipulagsstofnun. Því í nóvember 2020 þessar aðalskipulagsbreytingar auglýstar með athugasemd til 20. janúar 2021. Þessi aðalskipulagsbreyting var svo samþykkt af sveitarstjórn 15. apríl 2021.
ásamt svörum við athugasemdum sem bárust við auglýstar tillögur og voru fjölmargar athugasemdir. Þessi aðalskipulagsbreyting svo send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 20. maí 2021 svarar svo Skipulagsstofnun Dalabyggð og leggur til að Dalabyggð bíði með endanlega afgreiðslu aðalskipulagsbreytingana þar til umhverfismati framkvæmdanna samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum væri lokið. Vænta mætti að ýmis mikilvæg atriði sem á þessu stigi skorti upplýsingar eða ríkti óvissa myndi verða skýrari þegar umhverfismati framkvæmdanna væri lokið, til dæmis áhrif á landslag, ásýnd og áhrif á fuglalíf. Einnig vakti stofnunin athygli á því að óleyst væri hvernig áformi vindorkuver í Dalabyggð og Reykhólahreppi geta tengst við raforkuflutningskerfið. Að auki benti stofnunin á að Alþingi hefði til umfjöllunar lagafrumvarp og þingsályktunartillögu breytta málsmeðferð virkjanakosta í vindorku frá því sem gilti samkvæmt rammaáætlun. Bent var á að miðað við núgildandi lög rammaáætlun þyrfti að útfæra stefnu og skipulagsákvæði í aðalskipulagi, bæði í greinargerð og uppdrætti fyrir þessi vindorkuver eins og gilti virkjanakosti í biðflokki rammaáætlunar. Þessi svæði sem falla í biðflokk í rammaáætlun væri skilgreind sem varúðarsvæði í aðalskipulagi, samanber enn lið í grein 4.3.1 í skipulagsreglugerð. Þann 7. júní 2021 á svo skipulagsnefnd fund með sveitarstjórnum Dalabyggðar og Reykhólahrepps. Þar sem kom fram að sveitarfélögin vildu bæði klára aðalskipulagsbreytingar þrátt fyrir að mati á umhverfisáhrifum væri ekki lokið. Og fulltrúar sveitarfélaganna töldu að ekki væri gert ráð fyrir þeim í gildandi rammaáætlun eða fyrirliggjandi þingsályktunartillögu nýja rammaáætlun. Stofnunin benti enn og aftur á ýmis atriði sem forsendu þess að unnt væri að staðfesta aðalskipulagsbreytingarnar, meðal annars að svæðin féllu undir skilgreiningu biðflokks samkvæmt lögum rammaáætlun. Þann 20. júlí tilkynnti svo Skipulagsstofnun tafir yrðu á afgreiðslu málsins í samræmi við 3. málsgrein 9. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þann 3. september kemur svo enn eitt svari frá Skipulagsstofnun, þar sem bent á tiltekin atriði sem sveitarstjórn þurfti að bregðast við og lagfæra skipulagsgögn því til samræmis áður en unnt væri að staðfesta aðalskipulagsbreytingar. Aðalatriði var útfærsla á stefnu og skipulagsákvæðum vindorkuverið til samræmis við ákvæði laga nr. 48/2011. Þannig að farið væri með fyrirhuguð virkjana áfram eins og gildir virkjanakosti í biðflokki rammaáætlunar. Bent var á að á slíkum svæðum gilda ákveðnar takmarkanir nýtingu svæðisins, sem þarf að sýna sem takmörkun á landnotkun á skipulagsuppdrætti og gera grein fyrir í greinargerð breytinganna. Þegar svo niðurstöðuröðin virkjunarkostir í rammaáætlun liggur fyrir þarf að gera breytingu á aðalskipulaginu til samræmis þeirri niðurstöðu. Dalabyggð neitar hins vegar að gera nokkra breytingu og vill að Skipulagsstofnun samþykki breytingu á aðalskipulaginu eða sendi þetta til ráðherra til staðfestingar, sem sagt krefst þess að tekin sé afstaða í málinu. Eins og heyra má þetta langt og flókið mál og greinilegt að bæði sveitarstjórnarmenn og nefndamenn í umhverfis- og skipulagsnefnd eru orðnir þreyttir á að hafa þetta hangandi yfir sér og vilja fara að fá niðurstöðu í þetta mál. Það krefst mikill að vinna að sökkva sér í þetta mál, en ég hef lagt mig alla fram að reyna að ná skilning í því. Í dag það þannig að skipulag einstakra staða og svæða unnið af og á ábyrgð sveitarfélaga. En hvert það hlutverk Skipulagsstofnunar? Aðkoma Skipulagsstofnunar að skipulagsverkum felst í leiðbeiningum til sveitarfélaga og eftirlit með skipulagsvinnu þeirra. Ég fæ ekki betur séð en að það sé einmitt það sem Skipulagsstofnun að gera, það leiðbeina sveitarfélaginu.
Sveitarfélagið er hins vegar ekki sammála Skipulagsstofnun og kemur með sínar röksemdir varðandi það. Það sem mér finnst kannski alvarlegast í þessu öllu það af hverju ekki farið eftir þessum ábendingum Skipulagsstofnunar til dæmis það að bíða eftir umhverfismati framkvæmdanna. Nei, það engin vilji til þess. Sveitarstjórnarmenn vilja frekar leggja alla áherslu á að koma þessu máli í gegnum aðalskipulagsbreytingu og hafa meðal annars leitað ráðgjafa frá lögfræðingi þessi mál sem snúa að Skipulagsstofnun, sjálfum leiðbeiningar aðila sveitarfélagsins. Ég sé stórt spurningamerki að eyða skattpeningum íbúa sveitarfélagsins í lögfræði kostnað snýr að sjálfum leiðbeiningar aðila sveitarfélagsins í þessu máli. Mér finnst kannski ágætt að það komi fram að lögfræði kostnaðurinn sem nú þegar komin fram í þessu máli hljóðar upp á 906.500 krónur pluss vask. Nú liggur fyrir að þetta mál komið til ráðherra og hefur hann gefið Dalabyggð frest til að koma með umsögn þetta mál til 17. janúar 2022. Því spyr ég, ætlun Dalabyggðar að fá lögfræðing til að gefa svar við þessa umsögn eða hvert ætlar sveitarstjórn með málið? Ég held reyndar kannski að Kristján hafi svarað þessu áðan, að þessu verði ekkert svarað neitt frekar, en hann leiðréttir mig þá eftir. Nú liggur þetta mál hér bara til kynningar en ekki til afgreiðslu. Mér finnst blóðugt að þurfa að eyða peningum sveitarfélagsins í lögfræðikostnað. Mér finnst furðulegt að hægt sé að fá lögfræðing til að svara ákveðnum erindum fyrir Dalabyggð án þess að fyrir liggi einhver heimild til slíks né vita sé hver kostnaðurinn við það verði. Á sama tíma fæst til dæmis ekki leyfi til að kaupa eina málningadós til að mála gluggana á sundlauginni á Laugum. Einfaldlega af þeirri ástæðu að það samræmist ekki fjárhagsáætlun eða að ekki sé til peningar til verksins. Ég spyr, á sveitarfélagið ekki rétt á að fá lögfræði aðstoð í gegnum Samband íslenskra sveitarfélaga þegar málin snúast stjórnsýslu sveitarfélagsins? Mér finnst allt þetta mál vera alveg furðulegt og sérstaklega sé ég það kannski þannig því ég svolítið að horfa á þetta mál út frá deginum í dag og sé því vel hvernig ferill málsins búinn að vera. Ég held það væri hollt fyrir alla sveitarstjórnarmenn að líta aðeins á þetta mál með sama sjónarhorni og ég og spyrja sig að því hvort menn hafi örugglega gert allt rétt í þessu máli. Það allt í lagi að skipta skoðun þó menn hafi einhvern tímann í ferlinu verið með aðra skoðun. Sjálf ég alveg til í að skipta skoðun ef ég fæ vitrænar röksemdir sem sanna að ég hafi rangt fyrir mér en núna á þessari stundu finnst mér þetta allt lykta af þreytu og jafnvel frekju að koma einhverju máli í gegn þrátt fyrir að leiðbeiningaraðilinn leiðbeini annað. Ég ætla að láta þetta gott nægja að byrja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Einar. Ágætu fundarmenn. Ég nú kannski ekki orðinn eitthvað þreyttur á þessu máli þar sem að ef ég útskýri mína hlið, þá ég nú aðalega þreyttur á því að Skipulagsstofnun skuli koma sér undan því að fara eftir þeim lögum sem hún á að starfa eftir. Það raunar hún sem búin að koma okkur í þá stöðu að þurfa að keyra þetta svona í gegn. Hún hagar sér svolítið, finnst mér, ekki eins og stjórnsýslustofnun heldur eins og pólitískt afl og að taka með einhverjum pólitískum ákvörðunum. Hún bara með lög og á bara að vinna eftir því á mínum mati. Ef eitthvað eftir alla þessa upptalningu hjá Önnu Berglindi, þá nú bara enn ákveðnar í því og sáttari við það að við séum raunir að gera þetta svona. Ég heldur séum búin að gera þetta á allan hátt vel frá upphafi. Við erum búin að vinna þetta mál mjög vel og það eins og hefur marg komið fram. Það ekki neinar ákvarðanir eða bindingar sem falla í þetta. Við erum fyrst og fremst að reyna að knýja á að fá að ráða okkar skipulagi sjálft. Og miðað við hvernig Skipulagsstofnun hefur unnið í þessu, þá sem einhvers konar leiðbeiningaraðili sem fer síðan ekki að lögum sjálfan sig, ég bara
er bara fegin að þetta mál eigi að fara til ráðherra. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Kristján? Já, ég vildi svara því. Það er misskilningur að erindinu verði ekki svarað. Það sem ég sagði var að ég sýnist ekki vera muni koma neinn nýir hlutir í svarinu sem að hafa ekki komið fram þegar. Þannig að svarið okkar verði þá fyrst og fremst bara að ítreka fyrir svör nema að sjálfsögðu sveitarstjórn ákveð annað. Lögfræðikostnaðurinn hann er að sjálfsögðu samkvæmt eftir fjárhagsáætlun. Það er ekki verið að taka lögfræðikostnað eitthvað umfram fjárhagsáætlun og ég vil minna á, ég held að því að þetta lögfræðikostnaður var meiri heldur en upphaflega fjárhagsáætlun og þegar við sjáum hvað stefndi þá var gerður viðauki vegna lögfræðikostnað á síðasta ári. Þannig að það er alveg á hreinu að það er ekki verið að taka ákvörðun kostnað sem ekki í fjárhagsáætlun. En öðru leyti þá náttúrulega, já, held ég að ég sé ekki að taka afstöðu það er náttúrulega ykkar. Takk fyrir þetta, Kristján. Ragnheiður? Já, takk. Háttvirtur sveitarstjórnarmenn, ég tek undir það sem að hann Einar var að segja áðan. Mér langaði bara að bæta við að aðalskipulagsbreytingar eru eitt og framkvæmdaleyfi er annað og mér finnst skipulagsstofnun oft blanda þessu svolítið saman með það að til dæmis eins og þessar fuglaathuganir og öll þessi smáatriði sem þau vilja að við séum með á hreinu. Við þurfum ekki að hafa það á hreinu fyrir en að kemur að framkvæmdaleyfi. Það hefur ekkert með aðalskipulagsbreytingu að gera eða taka úr landbúnaðarnotkun yfir í iðnaðarsvæði. Þessu stundum blanda svolítið saman hjá þeim að vilja fá svörin fyrr heldur en ferdi sig til að það eigi að vera. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Já, þetta og aðrir fundamenn. Ég hreinlega bara veit ekki hverjum ég að trúa bara með þetta. Mér finnst svo skrítið að skipulagsstofnun leiðbeini okkur að vinna þetta samhliða, aðalskipulagsbreytingu og framkvæmdaleyfi. Þannig það er spurning hvort þeir eru að leiðbeina okkur að gera þetta á einhvern annan hátt, heldur en kannski venjulegt ferli er. Það er ég að velta fyrir mig. Mér finnst þetta bara mjög furðulegt að leiðbeiningaraðili skuli leiðbeina annað. En svo er annað atriði. Af hverju lá okkur svona mikið á? Ég fæ aldrei svar við því. Af hverju lá okkur svona mikið á? Við hefðum bara hreinlega geta skýlt okkur á bak við það að lagaumgjörðin var bara hreinlega ekki tilbúin og skipulagsstofnun, við hefðum ekki þurft að þrýsta á skipulagsstofnun. Við hefðum bara geta vitnað í það að svara ekki komið frá skipulagsstofnun. Það hefði enginn geta átt neitt upp í hendurnar á Dalabyggð ef við hefðum bara notað það. Er það bara að þið viljið vinda okkur? Mér finnst það furðulegt því á sama tíma hafið þið öll komið hérna upp í pöttu og sagt að þið séu ekki endilega búin að taka ákvörðun. En samt eru þið til að eyða alveg hátt í milljón í lögfræðikostnaði í eitthvað mál sem að ríkið er ekki einu sinni búin að ákveða hvernig á að gera. Mér finnst þetta bara svona furðulegt. Ég myndi skilja þetta ef þið væri öll á þeirri línu að keyra þetta í gegn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Ragnheiður? Já, mín tilfinning er svo að skipulagsvaldið er ekki tilbúið fyrir vindorku á Íslandi. Það er ekki tilbúið til þess að taka ákvarðanir hvernig rammaáætlun á að vera, hvort á að vera í henni eða ekki, eða yfirhöfuð hvernig það ætlar að hafa þessi mál.
þau vilja ekki segja það, skipulagsvaldi vill ekki segja það og þvælir þetta fram og tilbaka og við viljum bara krefjast þess að það verði tekin afstaða, erum við að fara að vera með vindorku á teikniborðinu eða ekki, það liggur ekki hjá okkur, það liggur hjá stjórnvöldum. Og ég ákaflega ánægð með það að þetta skuli komið til ráðherra því að vonandi verður þessu bara lent þannig að við förum að fara og vita, þetta af eða þetta á? Þetta eitthvað sem við eigum að eyða tímanum í að skoða? En ef við bíðum bara, þá bíðum við bara og við bara missum kannski að fullt að tækifærum. Meðan að málin eru ekki klárar en þau eru. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn bara kannski bæta við í framhaldi því sem ég sagði áðan. Af hverju ætlar litla sveitarfélagið Dalabyggð að vera fyrstir til að keyra þetta mál til ráðherra? Af hverju ætlum við litla sveitarfélagið? Það er fullt af sveitarfélagum sem hafa bara einfaldlega að þakka þetta niður í upphafi og það gerist ekki neitt. Af hverju ætlar litla sveitarfélagið Dalabyggð að kosta milljón til að keyra þetta mál í gegn? Af hverju? Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég get aðeins bara bætt við þetta. Það er allavega greinilegt að við erum sammála að vera ekki á sömu skoðun, allavega einhverjir og Anna Berglind. Ég lít bara þannig sjálfur á málið að við erum að vinna eftir gildandi lögum. Ég segi eins og Ragnheiður, Skipulagsstofnun hefur verið að þvæla málið og það er þetta úrskurðarvald í samkvæmt skipulagslögum að Skipulagsstofnunni og hún vill ekki staðfesta breytinguna og þá á vísinu til ráðherra. Og þó svo að Skipulagsstofnun sé leiðbeinandi aðili til Dalabyggðar, þá er ekki þar með sagt að allt það sem þeir segja í sínu leiðbeiningu sé rétt. Og þess vegna höfum við þessa skoðun á móti. En Skúli hefur beðið orðið. Ég ætla kannski bara aðeins að svara fyrir mig. Mér finnst við kölluðum eftir þessum svörum frá Skipulagsstofnun þegar við fórum í þetta ferli. Og mér finnst náttúrulega skelfilegt ef að svona stofnun svarar okkur ekki bara af eða á. Hvað sem okkur finnst það, þá er þetta stofnun sem á að svara því sem það lagt fyrir hana, ekki draga það á langinn. Þeir geta bara sagt nei við þessu, eða já, en þeir hafa hvorugt gert og það er kannski þessuna sem þetta komið til ráðherra, sem að tekur þá ákvörðun þetta ferli. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Anna? Oddviti og aðrir fundarmenn. Ég held að þeir hafi nú alveg svarað. Þeir hafa kannski ekki bara gefið út akkúrat já eða nei. Þeir eru alltaf að koma með leiðbeiningar hvað má betur fara í aðalskipulagsbreytingu. Þeir eru alltaf að leiðbeina það. Og þegar þessum leiðbeiningum er ekki sinnt, þá náttúrulega geta þeir ekki svarað. Það er ástæðan fyrir því. Og það er ástæðan fyrir því af hverju þetta mál er komið þangað. En þið sveitarstjórnarmenn, þið hljótið að geta svarað því af hverju ætlar Dalabyggð að vera fyrstir til að ná þessu gegnum ráðherra. Hver er ávinningurinn fyrir ykkur? Ragnheiður, svo Skúli. Já, af hverju viljum við vera fyrst til að ná þessu gegn hjá ráðherra? Við vorum ekkert endilega að vilja vera fyrst til að ná þessu gegn hjá ráðherra, en í skipulagslögum segir það ef að Skipulagsstofnun getur ekki svarað þá skuli hún vísa málum til ráðherra og ráðherra taki afstöðu. Skipulagsstofnun hefur ekki viljað svara okkur þegar hún dreigir þetta á langinn og við viljum bara fá svör. Þess vegna viljum við að þetta fari til ráðherra. Takk. Skúli? Já, ég ætla kannski bara að svara fyrir mig, ekki fyrir sveitarstjórnina. Ég held að við höfum bara verið svo framalega í ferlinu í umsókn vindorku að við erum sennilega bara fremst í röðinni þess vegna sem erum að vinna þetta. Og við verðum náttúrulega bara að svara. Ég segi fyrir mig að auðvitað veitum að svara hvort sem er af eða á.
svo kemur að því miklu seinna í ferlinu hvort að við samþykkjum deiliskipulag fyrir vindorku og hvort við samþykkjum svo framkvæmdarleyfi fyrir vindorku. Við erum bara rétt í aðalskipulagi fyrir þetta í augnablikinu. Mér finnst þetta mjög skrítið ef allavega ég myndi ekki taka afstöðu til þess hvort að ég vildi samþykkja aðalskipulag sveitarfélagsins eða ekki á einhverjum forsetum. Og meðan skipulagsstofnun getur ekki svarað því þá verður náttúrulega bara að leita þeirra leiða sem hægt og það ráðherra. Og ég bara stend fyllilega akkúrat við það að við eigum að gera þetta svona. Stundum þarf að borga smá pening til þess að fá svör og það verður bara að hafa það. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Einar. Ágætu fundarmenn. Ég segi fyrir mig, mér finnst allt svona jákvætt og mér finnst þetta bera vott ákveðnar framfarir, hvernig við tökum á þessu. Ég held að ástæðan fyrir að við erum fyrst, ég sammála því sem Skúli sagði, við erum bara, þetta kom einna fyrst upp hér. Þetta búið að standa yfir þetta ansi mörg ár. Milljón í lögfræðikostnað, það bara eitthvað súrt epli sem við verðum að bíta í. Ávinningurinn gæti orðið margfaldur einhvern tímann, ef eitthvað af þessu kemst á koppinn. Í hvaða mynd sem það yrði. En ég held að öll svona uppbygging bara eitthvað sem þarf hérna. Þetta eiginlega, meðan ég hef búið hérna, þetta það stærsta sem hefur komið hérna inn á borð, sem hefur verið að vinna í svona ákveðinni atvinnuuppbyggingu, sem gæti mögulega orðið og gæti bara skipt gríðarlega miklu máli hérna í framtíðinni. Því miður eru ennþá bara kannski aðeins og mörg ár í næstu skrefi í þessu, en það algjört grundvallaratriði að koma þessu máli bara í gegn og fá þá bara skýr svör frá framkvæmdarvaldinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég skal bara bæti við það sem Einar sagði sjálfur að við erum að vinna bara eftir hinu lögformlega ferli. Ég veit að þetta mál getur virkað flókið fyrir mjög marga. Það engin sérstakur akkur í því fyrir okkur að vera fyrst. Einfaldlega bara kom þessi beiðni hér inn að breytingu aðalskipulagi fyrst hér inn hjá Dalabyggð og líka hjá Reykhólahreppi. Og við erum bara að vinna eftir hinu lögformlega ferli og það þarf á svör. Ég minni síðan á bara eitt sem kemur fram í einum af minnisblöðunum frá lögfræðingum sem hefur verið að vinna fyrir okkur í þessu máli, eða hvort það var á fundi sem hann satt með okkur sennilega í september 2019 eða október, að það eru mýmörg dæmi það allt land að aðalskipulagi sé breytt og það sem fer inn á aðalskipulag komi aldrei til framkvæmda. Þar af leiðandi ég sjálfur fylgjandi því að þetta fari inn á aðalskipulag. Það svo mikil vinna eftir þar til verður gefið út framkvæmdaleyfi. Og það þarf að taka þessu umræðu. Hún er í gangi bara almennt í landinu. Við sjáum bara umræðuna sem á landsvísu núna orkuskort. Og mér finnst bara ágætt að það komi þá til umræðu hvort að þetta eitthvað sem valmöguleiki fyrir þetta svæði eða ekki. Ef þetta ekki valmöguleiki fyrir þetta svæði, þá verður bara ekki unnið meira með þetta mál. Ef þetta valmöguleiki, þá verður unnið áfram með þetta mál og fara að taka afstöðu til þess hvort að þetta eitthvað sem við viljum hafa hér í Dalabyggð eða ekki. En vilja fleiri taka til máls? Anna? Bara þakka ykkur fyrir umræðunar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá næst dagskrárliður 27 og það sambærilegt mál og dagskrárliður 26 nema snýr að Hróneyjastöðum. Að það leikur fyrir bréf Skipulagsstofnunar að vísa breytingu aðalskipulagi til innviðaráðherra og bréf frá ráðuneytinu til 5. janúar. Orðið laust. Viljum við taka meiri umræðu þetta mál? Anna? Gjörðu svo vel. Já, ég var að hugsa að lesa þetta aftur, ekki stemning fyrir þig? Nei. Velkomið sko. Ég fekk nóg sjálfur að lesa svör Dalabyggðar og tvisvar á fundi sveitarstjórnar 15. apríl sem ég gerði. Hlýtur að vera gríðarlegt skemmtilefni að hlusta á þá upptöku.
En þá næst dagskrárliður 28, það heitir kynningar stjórnsýslukæra vegna gjaldskrár fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu dýrahræja. En það liggur hér fyrir fundargögnum bara niðurstaða úrskurðar nefndar umhverfis- og auðlindamála vegna gjaldskrár fyrir förgun dýrahræja. Það sem úrskurðarnefndin bara staðfestir að gildandi gjaldskrár sé og hafi verið farið rétt að, en orðið er laust. Enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 29, það eru viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19. Það liggur hér fyrir minnisblað. Einhvers vill ræða það. Og þá næst dagskrárliður 30, það er skýrsla frá sveitarstjóra, það er bara minnisblað störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Og einhver sem vill ræða það. Það biður enginn um orðið. Þá þarna stöðum við upptöku, en áður en að það verður gert, þá þarna minni ég bara á að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar er 5. 10. febrúar næstkomandi.